Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddnýr og mér til fulltingis er Sigurjón Magnús Egilsson. Við ætlum að taka á stóru málunum hérna. Ég eins og eiginlega alla daga við Rauðaborðið til okkar eru komnir góði gestir. Það er Baldur Borgþórsson, fyrrverandi varaborgar fulltrúi og ráðgjafi. Góðan daginn. Og Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður hópsins Ísland þvert á flokka. Daginn. Og takk fyrir að koma í svona, koma að Rauðaborðinu sem að sumum finnst svolítið ókvænlegt. En það eru margir hérna. Það er einmitt, ég myndi segja að Rauðaborðið væri þvert á flokka. Það er að segja að hér koma gestir úr öllum flokkum. Tilefnið er þessi mótmæli sem að þú, Sigfús, skipulaðir eða varst í fararbróti og Baldur, þú talaðir á þessu. Það mátti heyra hluta af þinni ræðu á samfélagsmiðlum. Ég var ekki á staðnum þarna á mótmælunum. En ég var á mótmælunum við hliðina og torginu við hliðina en ég get nú líka svona, ég get nú gagnrýnt ykkar mótmæli en ég get líka gagnrýnt þau mótmæli en við getum kannski rætt það seinna. Mér langaði bara að byrja á svolítið erfiðri spurningu, hugsanlega. Sko, gerðu þið ykkur grein fyrir því? Núna eru þið mikið ykkur rætt í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Gerðu þið ykkur grein fyrir því þegar þið skipulöðu þetta og tókuð þátt í þessu að þetta myndi kannski lenda inn í svona umræðu rasisma, nasisma, þjóðerniskennd, vissuð af þessu samhengi, viljið hafa þetta samhengi, þjóðernissinnar, hvað finnst ykkur og svo er hatursorðræða svolítið svona búið að eflast á báða bóga? Já, sko, maður var náttúrulega búin að brynja sig ákveðin hátt og gerði ráð fyrir ákveðnum hlutum, maður hefur kannski fylgst með ýmsu í þessum efnum, en ég er nú ekki alveg vissum að maður hafi áttað sig á því að fólk þyrfti að tjá sig svona mikið á þennan hátt og svona mikið að fara í mannin frekar en málefnið. Það er svona mín tilfinning á því sem ég er að upplifa. Og er það fleiri en einn, fleiri tveir? Já, það er bara fullt af fólki, stöku fólki reyndar, hingað og þangað sem að... Það er ekki þannig að sé setið fyrir ykkur og reyndar tröfla ykkur? Nei, ekki þannig nema á fundinum á Austurvelli. Það er eina skiptið sem var setið fyrir manni og manni hótað, en það var ekkert búið þægilegt, en ég menna maður er komin ákveðin aldur og en það svona sagði mig þá, ok, þetta er framundan. En það má segja að það var þarna lítill hópur sem var að mótmæli ykkar mótmælum sem var þá raunverulega svona ögra koma hann yfir. Eins er kannski lítill hópur, lítill hluti af ykkar hópur sem að hafði skömmu áður inn á einhverju vefsíðu virtist vera sem að tengdist þessari skipulagi, hafði verið að tala að hóta því að berja fólk, berja mótmælendur og þyrfti helst að berja þannig að þetta er svona, það er hiti á Það er hiti á báða bóga en þannig svari nú spurningunni það hvort við höfum átt von á þessu. Það er svona, við gerðum ráð fyrir því en eins og Sigfús sagði þá kemur manni pínlítið á óvart að þingmenn og aðrir blandi sér í hópinn og kalla okkur mjög svona óvægnum nöfnum á þeirri forsendu sem er engin forsenda fyrir. Heldur bara okkur forsendu sem að þessi téðu þingmenn gefa sér. En þið storkið svolítið, það er hérna ræðumaðurinn sem er með keppnistreyju með númerinu 18. Þannig að ég taki nú bara mína ræðu, þá fær hún litla umfjölluna því hún var bara mjög málefnaleg og eðlileg. Og ég mun sannarlega fara yfir hana þess á eftir að innihald hennar. En það sem er kannski svolítið svona dapurlegt er að fólk get ekki verið á öndverðu meiði og skipta skoðunum að þess að vera að kalla hvort annað í illum nöfnum og alls konar svona beita svona ruddaskap og við kennum það. Við erum búin að leggja hart á okkar fólki að þeir sem að fylgja okkur á málum að
að sína prúðmennsku og kurteisi og vera skoðanir annara. Var engin frá ykkur sem að svara því sem mynd? Nei, þetta var í rauninni þannig, þau komu mjög harkalega fram, þessi litli hópur hérna frá, sem mætti hérna til að skemma fyrir. Og því miður þá hafði nú lögreglan ætlað að koma í veg fyrir árekstra, en við vorum sem betur fyrir með ágæta drengi þarna með okkur sem til að passa upp á hlutina. Og það var í rauninni það eina sem átti sér stað, þá bara verið að passa upp á það yrði ekki alvarlegri árekstur. Ég kallaði nú alvarlegt að lesa Sigfúsi Aðalstein í pistilinn. Þau viti símanúmerið hans, hvar hann býr, hvaða bílana og hver konan hans og slíkt, og hvar hann eigi heima og allt þetta. Þetta ekki alveg eins og hlutinni að vera og eru náttúrulega bara þeim til vansa sem framsetur. Bara hótun. Hitt líka alveg rétt að í okkar hóp hafa sést ummæli, ég veit nú ekki hvort það var inn á, held að það var nú ekki verið inn á okkar síðu heldur annars staðar, þar sem að kom, þú veist, mæta og berja þetta liðið eitthvað svona, þetta náttúrulega bara barnalegt. Mér langar að hafa nokkur orð það. Já. Þetta ekki inn á síðunni, þetta gerist inn á svo kalluðu tjatti, snemma í ferlinu. Mjög skrítið að þetta hafi farið þannig, en þetta var mestu frá einum ungum manni sem að setur síðan inn á hópsíðuna afsökun. Og byrst afsökunar og hann hafi verið heitt í hamsi þetta kvöld að mér skilst á helgi og setti þetta inn og þótti þetta leitt og mér fannst það bara frábært á honum, þetta var ég og baðist afsökunar. Það var ekkert mikið annað, menn voru að segja eitthvað í upphafi en það var gríðarlega mikið lagt upp á því, reynum að vera málefnaleg, ekki fara í mannin. En kemur ykkur eitthvað óvart að komi andstæða við ykkur? Nei, það er við sjáum ekkert af því, en við vorum kannski vonast. En svo bara, ég meina bara almennt, ekki bara á Austurvelli, að við þessar skoðanir ykkar, að þeir sem eru þvert á ykkar skoðun, að þeir get ekki skilið ykkur. Jú, en það sem kannski kemur maður á óvart að nú vil ég sérstaklega fjalla með þessar þingmenn sem að koma svona fram. Já. Maður svona kannski gefur fólk út í bæ svona lengri taum. Þú var að segja hvað þingmenni það voru. Ása Berglind úr Samfylkingu. Já, þú skrifaði fánana Nei, hún skrifaði hún sagði að við værum rasistar og ættum að sleppa því að nota íslenska fánan því að við værum að óvirðan og ég veit ekki hvað orð hún notaði ekki en þau eru all höfð eftir henni í fjölmiðlum en allt sem hún sagði bara alrangt. Og þetta kom okkur óvart, við áttum ekki vona að þingmenn gæti ekki vanda sig. Já, síðan það svo leiðilegt að nefna bara einn. Já, hver var hinn þingmaðurinn? Það var nú kona líka, reyndar. Já, hún er úr Viðreisn. Viðreisn, já. Það voru sambærilegar það voru sambærileg orð, en hún notaði ekki. Rasistar öfgahægri. Öfgahægri. Og öfgahópur, ég veit ekki hvað, en raunin að fólki sem var mætt með okkur á Austurvelli á laugardaginn var bara kennemsnitt meira og minna bara venjulegt fjölskyldu fólk. Óttaslegin öfgahópur. Já, það er sem nafnið sem við fáum. En þið eiginlega detti þá inn í það því mjög oft fólk sem er að mótmæla fær það á sig að vera skríll og vera raunverulega öfga. Sko alveg sama hvað fólk er að mótmæla þá er það mjög oft öfgastimpillin að þið bara hafi fengið þennan. Já, en það er náttúrulega líka hvernig fólk kemur fram og þess vegna höfum við lagt hart á okkar fólki sem að vil fylgja okkur í þessari vegferð að við líðum ekki neina ókurteisi eða óvirðulegheit gagnvart öðrum þráttur að þeir séu með aðra skoðanir. Já, mér langar ósvalega að segja það á þessum stað á Austurvelli þá var þarna 2 hópar, No Border og Antifa og svo sem þessi Antifa strákar eða þessi krakkar þau voru með dulur fyrir andlitum og voru með eitthvað lúður sem að hljómaði skelfilega og létu svona til að eyðileggja fyrir ykkur. Til að eyðileggja fyrir okkur og það var mjög erfitt að heyra það sem var sagt í upphafi í miðjum okkar ræðum málum þá er einn sem að bara gjörsamlega ofbýður þetta og nær þessum lúðri af honum en í millitíðinni voru þessir aðilar búin að hrinda áttræðu með 76-8 ára gamlu manni þannig að okkar öryggisverðir við vorum nokkuð undir það búnir að það myndi eitthvað svona að gerast þrátt fyrir að þessi mótmæli No Border sem voru sögðu No Border ætti að vera á Ingólfstorgi en þau ákváðu að koma þarna yfir. Á eftir sín fundu þau ekki?
Jú, ég veit ekki hvort að fundurinn var búinn eða hvort það var bara, mér sagt. Já, ég held þetta væri sko svona breiðfylking gegn rasisma eða þannig sko, ég veist ekki svo sem hvað. Nei, en það mættu þarna þessi hópur og þau voru ekki bara með lúður, þau voru bara með öskur. Ég veit það allavega, það voru ekki margir sem voru á Ingólfstorgi sem fóru yfir á. En þau voru með myndavélar, löbbuðu fólkið og tóku myndir af andlitum og svona þetta. Það gerðu fólkbildið hrætt sem bara... Ykkar hópur. Já, okkar hópur. En segjum nú sko, hún segir rasismi, það ekki rasista? Nei, ég get svarað þessu mjög einfallega eins og ég fór svona yfir í minni ræðu þarna. Þá byrjaði nú fundurinn á því að ég spurði funda með hvort þau væri ekki reiðbúnir að taka þátt í að rósa fólki með mér aðeins í upphafi fundar og þar nefndi ég til söguna alltaf góða fólk sem hefði komið, erlendir ríkisborgar sem hefði komið hingað til lands á liðnum árum, ekki bara þúsundum heldur tugþúsundum saman að leggja okkur lið með sínu vinnuframlagi að væri að koma hér og aðlagast íslensku samfélagi og þeim sem að líkaði hér, sem væri ansi margir, þeir settust í rað og aðlöðust okkar samfélagi og væri mjög sáttir. Og ég sagði þessu fólki hefðu við verið illa komin að þess að hafa í þeirri uppbyggingu sem er búin að vera sérstaklega síðustu 10-15 árin. Og ég spurði fundargesti hvort þið væri ekki reiðbúin að gefa þessu góða fólki gott klapp og það gerði hver einasti maður með fagnaðarópum. Áður hafði ég nefnt þarna sem dæmi, þetta eru Pólverjar, þetta er fólk frá Litáen, þetta er fólk frá Filippseyjum, þetta er fólk frá Vietnam, hinum á þessum löndum og Tælandi mjög mikið. Og ég þekki bara svo mikið af fólki til dæmis frá þessum 3 löndum og hef gert lengi, ég bjó við hliðina á fólki frá Kosovo til dæmis, sem var afskaplega indælt fólk, stór og mikil fjölskylda og mikil gleði. Þannig að ég hef ekki nema mjög góða svona persónulega reynslu. Fyrir hverju ertu að berjast? Ég er að berjast fyrir því að við tökum upp, þannig við höfum það nú alveg á hreinu, það er gríðarlegu munur á því hvort fólk er að koma hingað til að starfa, sumir alltaf koma í stuttan tíma, aðrir lengri, margir í lengjast. Það er mikill munur á því og hælisleitendum. Það er algjörlega sikkur hluturinn. Hælisleitandi er að öllu jöfn ekki að koma hingað til að leggja sitt að mörkum aðlagast íslenska samfélagi og setja stað, heldur fylgir því gríðarlegu kostnaður. Það fylgir ekki bara kostnaður, heldur útþensla á ýmsum kerfum, heilbrigðiskerfi, skólakerfi, fasteignamarkaði. Við getum nefnt þetta endalaust. Og ef að menn segja að þetta eru nú ekki margir hausar eins og sumir vilja halda fram, eins og ég hef séð á miðlum, þá er það nú bara víst margir hausar og það telur ekki bara í þúsundum heldur sennilega komið í hægt að telja það í tugum. Af því við verðum að átta okkur á því að þó að komi kannski eins og í fyrra minnum að hafa verið einhverjum 3-4 þúsund hælisleitendur, þá er þetta ekki að fara að afgreiðast hver spang samdægusið í vikunni. Þetta tekur að jafnaði 2-3 ár. Þannig að það byggist upp bara gríðalegt magna fólki sem er í algjörinu láteiðu. Við erum ekki bara að gera sjálfum okkur óleik með þessu, heldur fólkinu líka. En ber okkur ekki skylda til að taka við fólkinu? Við erum hluti vörildunni. En áður en við tölum skyldunar, má ég það aðeins nefna samt, að þarna gefur þú þér ákveðna forsendur sem er að þetta sé þessar tölur sem ég sérstaklega lagði á minni hérna en manna það nú ekki, en þetta er ekki svona margir sem eru hælisleitendur á síðast ári. Já, við getum beðið til hlustenda þá. Nei. Og það að allir með gagnrýna það hvað málsmeðferðin tekur langa tíma, það er náttúrulega ekki hælisleitendum að kenna, það er íslenska kerfinu að kenna og það má sjálfsagt gagnrýna það. Það er ekki það sama og að gagnrýna þá staðreind að taka á móti, það má taka betur á móti þeim, það er held ég mjög margir sammála það má gera það betur, bara í alla staði og vanda inngildinguna, fylgja því eftir, en í ykkar málflutningi hef ég líka heyrt einmitt bara, það er eins og að ruglist aðeins saman, þú talar glæpagengi líka hérna í þinni ræðu, heldur betur. Það er svolítið mikið annað, hælisleitendur eru svo fáir og raunverulega hafa skapað, það er engar sannanir að hælisleitendur hafi rústað okkar innviðum eða gert neitt til þess að það er kannski, svo eru ferðamennirnir og svo eru það kannski glæpagengi sem teljast til ferðamanna,
Glæpagengin teljast ekki til sko hælisleitenda. Þegar þú safnar þessu saman, við tökum þetta hælisleitendur, erlend glæpagengi og annað slíkt, þá þetta orðin gríðarlega stór hópur. Það sem við erum að fara fram á að það sé tekin upp tímabundin landamæravarsla hér, eins og gert víða í kringum okkur í ESB-löndum og í löndum sem eru hluti á Schengen-svæðinu. Við getum tekið sem dæmi Frakkland, Ítalíu, Austurríki, Holland, Ítalíu var ég búin að nefna. Það Danmörk, Svíþjóð, Noregur. Já, margir að tala um að það þurfi efla sem sagt glæpagengjum, en það eitthvað svo, það svo villandi. Þetta ekki bara það, heldur verið að fá að klára líka, sko. Það að þetta gert vegna þess að þeir telja að þeir séu búin að spenna innvið og annað of. Þá gripið til þessa ráðs. Þetta hafa Danir og Normenn gert núna í nær samfellt í 11 ár. Ég held að séu 10-11 ár, núna 25. Og það sem að fylgir því að það ekki tekið á móti hælislendum meðan að vera að yfirfara kerfið og fá niðurstöðu í hvað þolmarkið í þessu málaflokki. Alveg eins og við gerðum svo snildarlega hér á árum áður, eins og í kringum 1979, 1980 sem að þú manst nú örugglega eftir, þegar við tókum á móti hópi Víetnama, sem komið hingað, þá hefur þetta verið móttaka á flóttafólki. Það allt annar hlutur, það skipulagt ferli, það liggur fyrir, það húsnæði, það vinna og það innviðir til að taka á móti fólkinu. Þannig á að gera þetta. En þegar þetta í þessu formi að hælisleitendur geta komið hingað með einum öðrum hætti, lagt inn beiðni um hæli og svo fer skotskífan að tifa í 1, 2, 3, 4 ár eða hvað það nú þá stíplast náttúrulega allir kanalar. Og við getum tekið sem dæmi fleyg orð dómsmálaráðherra fyrrverandi sem sagði að landamærin væru í stakasta lagi og 3 vikum síðar var undirritaður samningur leigu fyrir tæplega 300 hælisleitendur í Jóðhúsinu. Og auðvitað þetta stórar tölur, þó að það reynda rétt hjá þeir, það getur verið að hafa verið í hittifyrra sem var tæplega 4.000. Það var líka þegar það var Úkraína og Venezuela. Úkraínu dæmi, þá fór það í rétt tæp 5.000 dæmi, það nú kannski erfitt að telja það maður, svolítið sérstakar aðstæður. En við erum sem sagt, það miklir rasistar, eða hitt á heldur, að við erum ekki að tala kynþáttur eða slíkt hefur aldrei komið upp á borð hjá okkur. Við höfum hins vegar lagt ríka áherslu á að þeir sem koma hingað og gerast hluti á okkar samfélagi eða hafa áhuga á því að ef þeir brjóta af sér með glæpum sem verða að teljast í alvarlegri kanti, ég að tala líkamsárásir, nauðganir, rán og annað, af sjálfsögðu að vísa slíku fólki úr landi og svipta að landist að lifi. Það bara eðlileg framganga í nánast öllum löndum í kringum okkur. Svo kemur þessi glæpamaður út og hittir kollega sína, jafningja, og hann segir blessaður flott á Íslandi, ef maður brýtur eitthvað af sér, þá maður bara rekinn heim. Nei, þetta nú ekki alveg. Bara ekkert mál. Nei, þetta ekki það sem ég að tala um. Ég að tala um að sjálfsögðu dæmt í málum á það, en það sem við höfum að gera þar, nú vitum við á köflum þetta upp í 50, 60, 70% af fangelsisúrræðum eru erlendir ríkisborgarar, þá nú kannski í lófa lagi að reyna að semja við þau heimalönd það sem mennindi koma einhvers konar samninga. En mér finnst þetta bara svo skynsamlegt sem að þið eru að segja, upp að mjög vissu marki, það að segja, það ákveð ófröndar ástand, það innviðnir þvoleikir, sko, en bara það að leggja saman 2 og 2 að það sé raunverulega hælisleitendum að kenna. Það höfum við aldrei sagt. Það stendur á okkar markmiðslista að við viljum að stjórnvöld endurskoði stefnu sína í hælisleitendamálum. Eftir að þessi umræða fyrir ganga í þessum hópi, þá förum við svona átt okkur á því að og bætum kannski við að þessi glæpagengi sem eru hér komin til að vera og eru virkilega að fremja glæpi, gríðarlegi þjófnaðir í verslunum, í stóru búðunum þetta 100 miljóna ári sem hefur aukist og þetta hefur bara gerst á 6 árum. Þannig að við getum eiginlega sagt, við opnuðum landið upp á gátt á ákveðnum tíma 2017 og síðan þá höfum við bara ekki haldið neitt í neitt.
og þetta hefur bara fleikst yfir okkur og ég En má er ég- ekkert að segja þetta sé hælisleitandi, Nei. ég er ekki að segja þetta sé Íslendingur, En lausnin við samt þurfum við bara að ykkur rannsaka þetta. En lausnin samt við ykkur er að loka Já, landamærunum. við þurfum að loka landamærunum, við þurfum að taka þetta til endurskoðunar, við þurfum að sjá hvað er vandamálið. Ef þú ferðin á vef stjórnarráðsins, þá stendur ekki tala hvað kostar til dæmis hælisleitenda pakkin í heildina. Það stendur, við vitum ekki töluna, skilji, það fær engin upplýsingar. Við þetta verður fólk líka svolítið skeptíst. Byrju, okkur veit enginn, þetta er verið að fela eitthvað. En hverju strókar? Þetta er svona einhver óregla og svo, þetta er ekki nú gott segið. Þetta er hellingsóregla. Já, en hvað er hérna sko blessa fólki sem er búið að lifa við hörmungar kannski langan tíma og margt af þessu fólki er bara duglegt og gott og fyrir að vinna hér og já, sem er sko skiptir, sko hver manneskja er mjög mikill virði sem tekur þátt í samfélaginu. Alveg eins og þessi ungi maður, þessi Óskar sem er núna að fá væntanlega ríkisborgararétt, að þá sko höfðu ekki eitt krónu í hann í menntuna fram að þessu. Ekki krónu. Og svo fer hann út í samfélagið og við vitum sko hvert mannslíf skiptir miklu máli og kostar mjög mikið. Verðmætin er mjög mikil. En er það þá, getur þá ekki verið að í þessu fólki sem er hrjáð og illa farið og kemur hérna, að þar búist bara, þar eru bara jafnvel krafta framtíðarinnar. Nú ferðu aftur yfir svolítið einföldun á mínum mati. Þetta snýst ekki það, þetta snýst að við höfum innviði og burði til að taka móti öllu þessu fólki. Með því að opna landið eins og var gert, þetta var 2016 sem að nýju útlendingalög voru samþykkt. Þannig að þetta er nú allra flokka vandamál. Ég meina, það er allir búin að koma að þessum málum, allir sem eru á Alþingi í dag, allir flokkar, hafa komið að þessum málum og enginn í rauninni tekið af skarið. Það er það sem að eins og hann Sigfús kom hér inn á. Við viljum taka upp tímabundir landamæraeftirlit, innra landamæraeftirlit, sem er svo sjálfsagður hlutur að halværi nóg. Ég nefndi löndin áðan. Þýskaland og Holland og Noreg og allt saman. Menn gera það til að ná ákveðnum balans og ákveðnum frið til að vinna úr sínum málum og ég veit alveg að það verði ekki svona landamæri lokuð inn í eilíðina. Menn gera þetta þegar þeir eru að missa stjórn á ástandinu. Hafa ekki yfirsýn yfir kostnað eins og Sigfús nefndi. Ég hef nú reyndar heyrt kostnaðartölu upp á alltaf 100 milljarða á ári. Sem að þetta kostar alls saman. En myndur þú segja að þetta er líka að loka fyrir skemmtiferðaskipin til dæmis? Ef við erum að virkilega þurfum að byggja innviðina, því núna er talað að fólk frá eldra fólk á skemmtiferðaskipin séu meirihluti þeirra sem eru á bráðamóttöku og öðru sko. Nei, ég er ekki að tala um það. Þannig að það er ekki, leyfa bara túrismanum óheftum að vera áfram, en bara loka fyrir, ekki loka þannig landamæra. Nei. Þú hlýtur að vita hvað það er ef þú til dæmis ferðast til Bandaríkjanna eða Bandaríkjamenn hingað eða við til London eða London búar hingað, þá er svona líka margir mikla þetta fyrir sér halda þetta sé rosa vandamál að fara á milli landa, en ég er búin að ferðast til Danmerkur og Noregs og víðar þar sem að þessi inni landamæraværsla er í gangi og maður verður ekki var við þetta. Það er náttúrulega sko síun og siktun á kerfinu, því að þarna kemur líka eitt stór punktur inn í og það er að það flýgur ekkert flugfélag til lands sem með innra landamæraeftirlit öðruvísi en að skila fullkomnum farþegalistum. Það er það sem hefur vantað upp á hérna árum saman og engin ráðherra almennilega tekið á. Er ekki búið að kipa því í lag? Nei, það er ekki komið. Hér er Lufthansa til þess ennþá að fljúga með allt sitt fólk án þess að skila listum. Og það er að sjálfsögðu stórt vandamál. Og þetta veldur því til dæmis að hérna, ef við horfum á þetta út frá mannúðlegu sjónarmiðunum eins og þú komst inn á, að er eitthvað vit að fólk sé að leggja sér í alls konar hættu við að komast hérna til Íslands, ég veit ekkert hvaða leiðir það fer, kemst inn á hérna Schengen-svæðið og kemur síðan hingað. Í þeirri vona það, ég hef búið að segja að hér verður bara tekið að móti sem nóg pláss og allt það sem er rangt, það er ekki nóg pláss, eða er eðlilega að segja bara að það er ekki tekið að móti hælisleitenda umsóknum næstu 3 árin eða 5 árin eða hvað það er og þar alveg er ekki hægt að sækja um hæli. Og númer 2, að þú kemst ekki til Íslands með það markmið ef við erum með farþegalista í flugvélarnar og með innra landamæraeftirliti. Nákvæmlega þessu beittu normenn fyrst þetta 2014 minnum mig
og það var til þess að umsóttir fóru úr, ég man ekki hvaða tugir þúsunda það voru, niður í einhverja tugi. Já, þá kemur spurningin. Sko, við höfum, það er hérna, þeir eru að tala um flóttafólk í Íslandi sem að þið segir séu 10.000 jafnvel. Viljið þið að það fólk fari? Nú þarf bara að vinna úr það sem að gerist í Noregi, við það er svo gott að nota það sem dæmi. Þá gáttu þeir farið að, þá gáttu kerfin þar, Útlendingastofnun og allar þessar stofnanir sem sinna þessum málaflokkum, þá loksins fóru þær að virka en voru ekki kæfðar. Þá var bara unnið eins hratt og vel og hægt var, uppsafnaði biðlistin sem svo eins og það vannst úr honum. Þú ert að tala um fólk sem eru þegar komið og komið í úrræði eða jafnvel búið að fá landvistarleyfi og annað. Við fögnum öllum sem hér koma sem að vilja vinna og sem að skaffa eitthvað til samfélagsins og nota bene að þeir venji sig á hefðir og menningu Íslands en vilji ekki breyta þessu landi yfir í aðra menningar heima. Já. En nú talað um svona hugtaka eins og til dæmis inngilding og svoleiðis, það er sem að raunverulega er tæki, svona hugmyndi að hjálpa fólki einmitt að aðlagast. Og það er kannski þar sem hefur alltaf vantað fjármagn. Það eru hugmyndir inngildingu, hugmyndir að hleypa, sko. En það hefur virkilega vantað upp á að fylgja því eftir þannig að það sé hægt. Þannig að við getum verið sammála að það mætti auka landamæravörslu eða passa upp að koma ekki einhver alþjóðlegi glæpahringir og ég myndi nú líka passa upp að koma ekki alþjóðlegi glæpar stórfyrirtæki til dæmis í orku innviðina á Íslandi og svo leið, já. Við getum kannski verið sammála því. En hins vegar sko, að því það er svo lítið hluti sem eru hælisleitendur að það sé nú bara frekara spurningum attitude að þeir hælisleitendur sem koma frekara líta á það sem gjöf hugsanlega og kannski er einhverju sem þurfa að hjálpa að halda, kannski er einhverju illa farnir, en við tökum því og styðjum við og aukum við inngildinguna, þá finnst manni það vandamál út úr Þetta er þitt sjónarmið, ég skil það, en við erum algjörlega ósammála þessu. Annarkvort, þú hlýtur að skilja, ef þú ert með til dæmis leigir, segjum lítinn veislusal fyrir 50 manns. Þú fer til lögreglustjóra og Reykjavík borgar fær leyfi til að halda þar viðburð til þess að taka á móti 50 einstaklingum. En það mæta 5.000. Bara þessu Laugardalshöllinni núna? Er það eitthvað vit? Ef við ekki frekar að tryggja að það komi bara þessi 50 sem er viðbúnaður fyrir og hægt að taka á móti. Súleið sem að þú vildir benda hér á áðan, að þetta bara hafa áfram opið fyrir hælisleitendur að koma hingað í frjálsu flæði. Þú veist ekkert hvað það þýðir í næstu viku eða eftir mánuð eða 3 daga. Það getur komið hér 5 vélar þess vegna. Það getur skollið á. Nei, þetta er bara skynsemi. Hvernig er húsnæðismarkaðurinn í dag? Hann er alveg sko, ég hef reyndar ekki töluna. Ég veit að Útlendingastofnun, ég semst í gegnum Útlendingastofnun, hvort sem er Reykjavík borg eða Selfossbær eða hvaða sveitafélag það er, það telur ekki 100, það telja í 1000 úrræðin. Húsnæði sem einhverjir aðrir gætu notið en eru frátekinn fyrir hælisleitendur í dag. Að tala inn í orðræðu. Þarna er ég bara að benda á, við erum, 300.000 Íslendingar og kannski tæplega 400. Við erum 330.000 Íslendingar cirka og svo erum við 50.000 aðeins. Hvað finnst ykkur raunhæft tala? Vitið til dæmis hvað Noregur tók á móti mörgum hælisleitendum í fyrra? Nei, en ef við förum ekki tölurnar, heldur tölum, þú sagðir þetta dæmi. Þú verður að taka tölur. Við þurfum með sal fyrir 50 manns, þá getur ekki tekið á móti 5.000. Nei, en þetta er bara segir sér sjálft, þetta er þessi skynsemi. Það er ekki þar með sagt að þessi myndlíkingum en 50 manna sal. Þú ert að búa þetta til. Ekki staðreind. Þú var að segja að í höllin máttu vera 8.000 og það mættu 9.900 og þá fóð bara allt í klessu. Og það er akkurat það sem er að gerast í þessu landi. Ég hef búin að tala við mikið af fólki í skólakerfinu undanfarið. Áður en ég byrjaði þetta, ég var í 6 ár að fylgjast með þessu. Ég var 6 ár sem áhorfandi og reyna að afla mér einhverju upplýsingar, þannig ég væri nú ekki kallaður þessu nafni sem ég kallaður í dag, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Það eru skólar eins og Árbæjarskóli með 8-10% erlenda nemendur. Álftamýraskóli er með 40% erlenda nemendur. Hann er með 10 stuðningsfulltrúa. Hann er bara með 10 stuðningsfulltrúa.
í öllum þeir 400 og eitthvað barnaskóla þar sem rétt 200 erlend börn. Nú skólastjórinn að fara að taka við börnum frá Afganistan og Írak og þá þurfti að bæta við 2 túlkum því að það talar engin foreldri, ekkert tungumál nema sitt eigið sem ég veist svo sem ekki hvað en það þurfti að bæta við 2 túlkum sem sitja síðan á fundum og reyna að stoppa af það sem á að segja við þessa foreldra eins og það mátti ekki segja að börnin væri að fara í sund og svona. Það verið að við ráðum ekki við þetta nema miklu minna mæli. Skólakerfið það fær ekki fé. Síðan tökum við vegakerfið. Við erum að keyra hérna á við erum að keyra þriðja heimsvegum. Þá ertu komin túrismann. Nei, býtu ekkert bara. Við höfum ekki pening. Túrismin að skaffa gríðarlegt fé til landsins. Bara til einstakra. Heilbrigðiskerfið okkar. Ég lá á spítalum daginn. Ég lá á ganginum í 24 klukkutíma. Ég hlustaði á hvað fram á þessu gangi og ég horfði á gamalmennin sem voru á ganginum og hvernig þeim leið, en ég hlustaði líka á fyrirgefið mér fullt af útlendingum sem á líka á ganginum sem voru bara veikir. Það sátu túlkar við hvert rúm og voru að reyna aðstoða hjúkrunarfólkið. Af hverju haldið það sé ekki til peningar vegna þess að við erum svo mikinn massa sem við þurfum að hjálpa. Ekki rétt, krakkar? Heyrðu, hægjum bara á okkur. Stoppum þetta aðeins. Reynum að vinna úr þessu. Að hafa bara allt opið. Ég skil bara ekki sjónarmiðin. Ég lít á ykkur þannig að því að flóttafólki sem hingað kemur ekki að sama kynstofnum við, hefur ekki sömu trú. Það höfum við aldrei sagt. Nei. Það höfum við bara aldrei sagt. Ég ætla ekki að sitja undir því að þú sést að beina því hérna við Sigfús höfum verið að tala Við erum að tala saman hérna. Þjóðerni. Nei, ég bara leiðrétt það. Þetta verður ekki miskilið í útsendingu. Við höfum aldrei talað kynþátt eða þjóðerni eða neitt slíkt. Ég vil taka fram að ég tók það sem dæmi í morgun, ég ætla bara að gera það aftur. Það segir kannski til það hvernig kynþáttaskoðun maður hefur, því að rasismi, hann út af kynþætti, hann út af litarætti eða öðru slíku. Ég var með barnabarnið mitt, þetta örstutt, ég var með barnabarnið mitt út á leikvöll á sunnudaginn, hún 6 ára gömul og þar að leika 2 ungar stúlkur sem ég vissi ekki deili á strax. En þegar að við kom að þær kölluð á barnabarnið mitt, það 2 litaðar stelpur, og sögðu, viltu koma að leika? Og hún horfir á mig og ég segi, fara að leika með þeim. Hún fer að leika með þeim, og þá komum við svona hægt og rólega því önnur frá Írak og hinn frá Afganistan, og þær leikur sér saman í klukkutíma í mikilli gleði. Maður reyndi að taka þátt og íta þeim og annað slíkt. Fallegt. Þetta hefur ekkert með kynþátt eða litarátt að gera. Má ég þá aðeins segja eitt? Það bara, ég skil það og þess vegna mitt bæði ykkur að koma. Það mjög takmarkandi á Íslandi í dag ef við ætlum eitthvað að finna lausn á þessu að öskra bara rasistar og öskra öfgafólk í hináttina og ykkar það við ætlum að skilja þið viljið ekki gangast við því að vera rasistar þið verið samt að kannski ég veit ekki, þið hljóta skynsamir. Já, ef þið eru skynsamir fyrst þið eru svona raunsægir, þá vitið þið samt líka að þessar hugmyndir sem þið eruð að loka landamærunum að raunverulega takmarka Ísland fyrir Íslendinga meira grundvöllurinn fyrir slíkar skoðanir í sögunni hefur iðulega verið rasismi. Þannig að ef að þið núna eru með þessar skoðanir bara að því þið segja þessi skynsam tæknilausn, þá náttúrulega einmitt mjög áríðandi að ítreka það og greina þarna á milli. En þessar lausnir samt, að því að mín lausn væri svo, ég alveg sammála þér að þessi skóla, og ég get nefnt fleiri skóla, það erfitt ástand fyrir alla kennara þegar eru svona fáir sem tala íslensku og það fylgir því ekki, þannig að það ekki nóg að segja bara við ætlum að taka á móti og eins og þið segja, það vantar það úrræðin og stuðningsfulltrúana tungumálanámið. Eins og ég sagði áðan, ég myndi alltaf segja sem svo, ég sé vandan, það alls konar líka vanlíðan sem að ef að fólk þarf að bíða eftir því úrvinnslu sinna mála og menn eru svona jaðarsettir og settir út á, menn eru bara í fangageymslum stundum og það er mikið mansali líka og sem Íslendingar taka þátt í og það alls konar svona ljótir hluti kemur. Hver er lausnin á því? Getum við ekki alveg eins við bjóðum þessum 5, getum við ekki alveg eins bara
tekið peninga úr skattaskjólum til dæmis og tekið peninga tekið eitthvað aðeins elt skattarannsóknarkerfi þannig að það sé ekki svona mikið undanskotum frá sköttum og bara smelt pening í þetta og fullt af fólki sem tilbúið að túlka og vera þetta ekki hægt. Nei, það er 400 manna deildi á ríkisskattstjóra sem í því að reyna að rannsaka þessa hluti. Ég hugsa að var nú kannski ekki hægt að bæta miklu við þar. Ég veit nú ekki með skattaskjól hefur nú aldeilis verið reynt. Flest þau mál hafa farið þannig að það hefur enginn þurft að borga neitt. Það er bara þannig. En hvernig kom það til að þú samt fórst í þetta fyrir mörgum árum að skoða þetta? Mér fannst bara að mér fannst við ekki ráða við þetta strax. Mér fannst þetta, sko ég er fasteignasali líka og hringingarnar sem byrjuðu fyrir mörgum árum og prútt tjónu opinbera og borginni að reyna að ná eignum í leigu á hæstu verðum fyrir þetta fólk segja mér og sagði mér við höfum ekki efna á þessu við ráðum ekki við þetta til lengdar og ég sé sko, mér langar að segja ykkur ég er ekkert alveg glær í þessu ég satt í sæti á verkstæðum daginn þar sem að kemur inn hælisleitandi á bíl og hann spyr að láta laga bíl sinn og hann ville borga það í fé og eitthvað svona skipt ekki máli og sá sem á verkstæði segir nei, við erum bara verkstæði gerum það ekki, já og svo spyr hann að því, þetta er mikil viðgerð hvernig hefur þú efni á þessu þá hló hann bara og sagði, já, við erum 3 vinir við fáum 3 íbúðir, við leigjum 2 og erum allir í einni það er misnotun á kerfinu vegna þess að það er ekkert eftirlit ekki neitt En maður þá ekki alveg. Hérna kemur það, settu bara tóstalista, bæta eftirlit. Mér veit vera svo langt í að þú segir lokum landamærunum og stoppa, taka mútið með ráð Nú er ég að koma því að líka. Ég held nefnilega þessi orðun, loka landamærunum, hljómar rosalega hátt. Sumir halda bara býta að bara fara að læsa okkur á, fæ ég ekki korflex í fyrramálið. Það er ekki verið að tala það. Þegar fólk talar almennt að loka landamærunum, þá tala að það sé tekið upp innra landamæri eftirlit tímabundið. Sko, mér langar að segja ykkur, báðar þessar kannanir sem eru að koma út núna, Maskín annars vegar og Reykjavík síðdegis hins vegar, en þá eru í annarri þeirra eru 60 manns hjá Maskín, 60% sem vilja loka landamærunum, en það fólk hefur alveg klárlega skilning á því að það er ekki verið að loka þeim. Akkurat. En í Reykjavík síðdegis eru þetta 90%. Það er ekki sko. Þannig að fólkið hefur það hefur skilning á þetta þýðir að loka. Þú getur ekki tekið þessi skoðanakönnun. Ég er búin að vinna margar skoðanakönnunir. Það er ekki skoðanakönnun eftir innringingum. Það er ekki skoðanakönnun. En 60% hjá Maskínu og 20%, það er náttúrulega bara skoðanakönnun. Maður segi eitt, eina af þeim sem talaði á fundinum var Margrét Friðriksdóttir sem sagt var nú uppvísað því var það ekki að hafa birt falsfrétt það að það hefði verið hópnauðgun sem sagt hvernig var þessi? Ég veit hvað það talar að það hefði verið hælisleitendur sem hefði verið ykkur 3 hópnauðgun eitthvað og síðan reyndist þetta að vera bara rangt. Það er ekki komið að það sé rangt. Nú vil ég aðeins tala fyrir hennar hönd og ég hafi ekkert heimild til þess að það hefur ekkert verið sagt að það sé rangt. Númer 2, ég hef talað við fleiri en einn sem segist vita hvaðan málið er komið og þetta sé rétt. Ég ætla samt ekki að vera maðurinn sem að setja hendina á biblíun og segi ég veit það. Nei, okay. En hún hefur þetta eftir ákveðnum heimildum. Ég fæ þetta úr annarri átt sem hefur enga tengingu við hennar átt. En ég ætla bara að segja ekki þetta einstaklega mál, en þið eruð að tala, þið kannski viti það, þið eruð að tala inn í samhengi ráðaleysis, ótta, vandræðagangs á Íslandi í öllum heiminum. Þið viti kannski, er engin ábyrgð, finnið þið ekki til mikillar ábyrgðar? Jú, við finnum nefnilega til mikillar ábyrgðar. Gagnvart íslensku þjóðinni. Já, ég meina því að nú eru þið ekki pólitíkus, þó þið séu tengdir hvað þú tengdir. Þetta endar með flokki. Þú ert þú ekki lýðræðisflokkur? Jú, ég var oddviti fyrir lýðræðisflokkin í Reykjavík Norður í síðustu alþingiskosningu. Alveg rétt. Og var að borga fulltrúi fyrir miðflokkin 2018 til 2022. Og það sem ég vildi segja var
það akkurat þetta. Við höfum alls konar skoðanir á þessum málum, en staðreyndir alltaf staðreyndir og það staðreynd, eins og búið að koma hérna fram í okkar máli, að við höfum ekki bolmagn eða burðarþol í að hafa þetta svona opið áfram. Það gengur bara ekki upp. Það líka staðreynd að við erum ekki rasistar vegna, við tökum alla þætti. Við tökum að sjálfsögðu efnahagslegan. Númer 1 höfum við húsnæði, númer 2 höfum við fjármagn, númer 3 höfum við innviði til að ráða 50, ef vel ætti að vera, ef ekki 60, túlka og sérstaka aðstofamenn fyrir nemendur bara í einum skóla, sinnum 10. Af því að við nefndum ekki fellaskóla á þann sem að þegar ég var í borgarstjórn þá voru það rétt 80% erlendir nemendur að erlendur bergibrotnir og reyndar það þannig að eftir því sem að ef það kemur eitthvað barn ungt í skólan þá maður að vonast til að það sé komið vel inn í íslenskuna og ég auðvitað með að læra hana og slíkt en oft gallinn sá að það ekki tala á heimilinu. Þannig að þetta gengur oft mjög brössulega og ég veit að kennarar í tómu basli með þetta. En það sem við verðum að horfa á, við verðum að sjálfsögðu að horfa á, eru til peninga fyrir þessu, eru til húsnæði og eru til úrræði. Þetta svo margþætt. Því þú nefnir staðreyndina samt. Já, og svo ætla ég að koma með aðra staðreynd. Og það er líka staðreynd að við erum fjarri því að vera rasistar. Og það vegna þess að þegar einhver kemur hér og gestur í okkar landi, hvort sem hann tímabundið eða til frambúðar, fremur alvarlega glæpi, nauðganir, morð, líkamsárásir, ítrekku fjársvik eða hvaða nú þá mér rétt og slétt sama og ég veit að Sigfús það líka, hvaðan sá aðili eða hvaða lit hann hefur. Hún á bara brottvísa. Þetta mjög einfalt. Hér menn með 60 mál í farteskinu og ekki farnir. 6-10 mál. Hérna á landi. Það eru dæmdir nauðgarar að keyra leigubíla í kvöld. Það hittmenn labbandum götur lítils smábæjar út á landi hafði fengið 16 ára dóm og var í 3 ár í betrun en nú gengur hann og fólki skítrætt. En ég var að segja að segja sér svo að maður taki undir að það sé slæmt. Segja sér svo að þetta sé staðreynd og við getum ekki, ég hef ekki gogg til að hrekja það kannski núna. En það virðist nú samt vera að það sem þið kallið staðreyndir að þið náttúrulega setið það í ákveðið samhengi samt. Þannig að staðreyndir innan gæsalappa, eins og þú segir, það staðreynd að við höfum ekki efni á því. Það náttúrulega ekki engin staðreynd. Jú, það að sjálfsögðu staðreynd. Nei, ekki ef það farið beinlínis inn í hver kostnaður við að taka bara á móti hælisleitendum. Það marg búið að reikna það út að við höfum vel efni á því, við höfum vel efni á því að gera það miklu betur. Það eru aðrir þættir þá sem við þyrftum að gera. Eins þetta með glæpamenn sem ganga lausir, en ég meina hvernig, ef þú setur það í samhengi við íslenska glæpamenn, skilurðu, sem ganga lausir, eða íslenska heimilisofbeldismenn. Þurfum við að bæta við það? Nei, já, þú verður að setja það í samhengi. Af hverju erum við að bæta við það ef að menn koma frá einhver landi, þeir hafa ríkisborgarrétt í einhver landi og þeir brjóta af sér á Íslandi, af hverju geta þeir þá ekki bara farið heim? Við þurfum ekkert að... Ég að meina að þú tekur út úr samhengi. Segjum sér svo við erum í skólanum. Það einhver sem beitir ofbeldi og hann af erlendu bergibrotnu. Þá það auðvitað vitleysa að þú ekki að nefna að það sé vandamál og jafnvel að bara refsa honum ekki eða tala þann einstakling ekki til. Auðvitað það skakt og ef svo komið þá náttúrulega mikil skekkja. Já. En það allt annað að segja, heyrðu, vandamál í þessum skóli þessi einstaklingur og þessir 5 sem að komu, vandi lítur að vera skólans, kerfisins, það að tala og taka þetta út fyrir, þetta náttúrulega bitnar á endanum svona orðræða sem fer á stað að taka þetta úr samhengi. Við erum ekki að tala um börn í grunnskólum, sko. Já, en þessi orðræða... Við erum að tala um fullorðna einstaklinga sem að nauðga, ræna og gera alls konar hluti og hvaða nöfnum sem það nefnir. En þú verður að setja það í samhengi, ég ekki að segja afleita það. Samhengi við alla Íslendingarna sem nauðga... Akkurat, þá kem ég með það. Við erum nú svo ólánsum Íslendingar að eiga bara meira en nóg af alls konar vesinistum
og við sitjum bara uppi með þá. Já, en þetta sko lítill hlutfall fólks hérna sem kemur sem bregst. Nei, af hverju eru þá 80% af þeim sem eru í gæsluvarðhaldi erlendir aðilar? 8-10%, 51% er í fangelsi. Ég er að tala fólki sem kemur hingað. Þetta er ekki rétt að það er bara lítill hlut af því sem Ég var að lesa í morgun. Og jafnvel ekki, flóttafólk kemur bara ekki Schengen og hingað. Ég var að lesa þetta. Ég var líka að lesa þessa það skiptir engu máli hvaða leið þú komst. Það er nefnilega, þetta er einhverjum tölur, það eru teknar úr samingi. Jú, við náttúrulega búum líka. Nei, við búum náttúrulega líka á tíma þar sem að upplýsinga óreiða er til staðar. Og við verðum að passa okkur öll að auka ekki á þá upplýsingu óreiðu því að hún endar á ekki bara okkur. Það verður einhver að gera þessa kröfu að það verði lagað, er það ekki? Við erum að gera það. Við erum að skora á ríkisstjórnina að endur skoða þessi mál. Það eitt er út af fyrir sig. Það er ekkert hægt að gera þá kröfu nema hlutirni séu stoppaðir, þeir séu endur metnir frá grunni að alltaf fara að setja þetta í gang og ok, við ætlum að setja plástur hér, við ætlum að setja pínlítið sárabind á þennan og eitthvað svona. Við þurfum bara, við vitum að við töpum baráttunni, við verum bara að byrja hann upp á nýtt, við verum að endur meta herinn áður við förum í næstu orustu. En það er svo margt samt sem þið hingja á sömu spýtuna. Eitt væri bara að þið kemur saman og svo hér er erfitt ástand, við viljum öðruvísi samfélag þar sem við búum öll í sátt og samlyndi og við erum með íslenska fánan og ef þið síðan farið, það er eitt bara og koma saman með það, ef þið síðan farið að segja til þess að bætur ástandinu, þá eru þið komin í stöðu pólitísks málið er, þið eru líka svolítið snögg til á byssunni þarna hinum megin, alveg eins og núna þú komst með núna rétt áðan, ég þurfti að hingra eftir að hún kláraði. Þú sagðir, að því við sögðum að alveg sama eftir hvaða ferli fólk kemur hingað, erlendir ríkisborgarar sem að við tökum hér á móti í starfið að hvað það er. Að ef að þeir brjóta af sér, þá er ég að tala svona glæpir sem teljast glæpir, ekki kannski stöðumælasekt hjá bílastæðasjóð, að þá segir akkur ætlum að láta það bitna á öllum. Við erum ekki að láta það bitna á öllum, við viljum að við svo verður að mismæla, ég vildi koma því á... Nei, ég er að segja hér koma 10.000 og í hópnum eru 25 glæpamenn. Já. En hvað með hina 10.000? Á það virkilega að bitna á þeim sem fólk sem er heimilislaust og landlaust og fleira, á það ekki að fá þáttöku hérna í okkar samfélagi vegna þess að það er einhverjir í hópnum sem að... Það sögðum við aldrei. Við tökum ekki á mótið þessum 10.000 að því við höfum ekki úrræði til að taka á mótið þeim. Jú, á löngu tíma. Nei, alls ekki. Þið verður líka að setja ykkur í samhengi við raunveruleikann, kíkja biðlista í heilbrigðiskerfinu, kíkja hvernig ástandir í skólakerfinu, grunnskólakerfi. Nei, við erum saman um það. Nei, við erum alveg saman um það. Ástæðan fyrir því að það er hrunnið er sú að við erum búin að skekkja svo skipið að það heldur ekki lengur sjó. En hvernig við fórum að því að skekkja skipið? Við hættum að ofhlaða skipið. Eða stækkuðna vinnur. Láttu lengja þetta. Lengjum bara skipið maður. Ég var nú aðeins í samræðum í morgun akkurat það að stækka skipið og það hafi ekki notað það orðalag en það kom afskaplega lítið út úr því hvernig við ættum að stækka. Það var minnst akkurat á einhverja hækkanir og sköttum og eitthvað því að það er eina leiðin. Það þarf peninga. Þetta kostar allt peninga. Ástæðan fyrir því að veginn eru ónýtir er sérstaklega vegna þess að vegagerðin sem fær kannski 6 milljarða til þess að laga holótta vegi 6 milljarða en við erum kannski með tölur eins og 30, 70, 100 milljarða í þennan málaflokk sem engin veit deili á og ég ætla ekki að fullyrða neitt það. En við getum ekki sett nema 6 í holóttuvegina, við getum sett kannski 8 aukalega í alla stuðningsfulltrúana í skólunum. En við getum ekki meir. Við erum að oflaða skipið svo svakalega, það er farið á hliðina, það lekur inn í það. Hvað með kvótakerfið og auðlindirnar? Nú erum við bara komin út í að fara að ræða eitthvað sem að hefur ekkert með þetta að gera. Þú mátt ekki gleyma einu, við kaupum ekki fólk með þekkingu, við kaupum ekki kennara, það er bara til ákveðin mannauður í landinu og þar við situr. Það er alveg sama þó ættir 100 biljónir. Það er bara ákveðin úrræði sem hægt er að vinna úr. Já, en mér finnst þið tala mjög, koma hérna og segja heiðarlega bara, það er eitthvað
En svo eru þið með það eiginlega Nei, við sögum að það var eitthvað stórkostlegt að. Eitthvað stórkostlegt að, já. Það er ekki eitthvað. Getum við ekki bara verið öll verið sammála það? Við erum öll sammála það. Jú. En þið eru svolítið byrjaðir, ég veit ekki hvort þið eru saman, skiljið bara tilvíð, ég meina, eru þið í einhverjum flokki, þú veist, þetta hljómar eins og þurfi heilan flokk. Ég er alltaf meðlumur í lýðræðisflokkum, en hann er nú bara hér sem venjulegur borgari. Já, þú ert ekki hérna sem flokksmaður. Það er akkurat málið að auðvitað eigu, ég meina, það væri nú ljóta veröldina að það væri bara allir sammála frá mótni til kvölds. Þannig að við skiljum alveg ykkar afstöðu, en við erum líka bara að leggja fram svona, sjáum við hlutina og fjöldi fólks fleiri en við, samanber 60% þjóðarinnar sem vill fara nákvæmlega sömu þessa leið samkvæmt skoðan á hverjum maskínu. Til að segja ykkur það sem gerist, þú varst ekki viðstödd, eða þú fórst ekki yfir á Austurvöll og annars leikt það sem voru kannski einhverjir 17 til 20 óladabelgir. Hjá okkur voru svona, erum við ekki minnst að tölur hreinu, ég taldi 800, síðan fóru menn að tala um þetta væri kannski 1200, 1500 manns. Ok, þetta var langt umfram það sem ég átti nokk tíma að vona á. En það var ég bara með lítinn pall og pínulítið hljóðkerfi. En ok, í dag eru 4000 manns búin að skrá sig í þennan hóp. 4000 af öllum aldri, úr öllum stjórnmálaflokkum. Fólk er að tala um, ég er hálf óanað að ég hafi kosið þennan, ég er óanað, hann er ekki að gera það sem ég bað um og það var einhver allt annað flokkur. Málið er að þetta er allt fólk sem hefur bara áhyggjur af landinu sínu, það hefur áhyggjur af dæturum og sonum þessa lands, hvort sem að þeir eru erlendi bergi brotnir eða íslenskir. En má ég þá spyrja það eins, hvað er næstu skref? Hvernig líður þér að vita, að því að þú, og ég skil það, þið viljið sverja af ykkur að vera rasistar, en þið getið vita það að hluta af þessum 4000 og hluta af þessum 800 eitthvað eru bara opinbert tala um að þeir séu rasistar. Sko, hvernig finnst þið þá, ert þú þá tilbúin að vera formaður þess flokks? Býtu, í stjórnmálaflokki eru kannski glæpamenn, skilurðu, stórglæpamaður, morðingi jafnvel, hann er í stjórnmálaflokk. Ég get ekki handvalið fólk sem aðhyllist eitthvað sem að eina sem ég get sagt við þennan mann að tala ekki kannski eins og hann myndi hafa talað í návist minni eða þar sem að við erum undir okkar merkjum. Já, ekki gerast boðberi. En það er ekki hægt að taka þessa samræmingu að ég geti ábyrgst eitthvað sem að rasisti á þá stjórnmálaflokkurinn að ábyggjast glæpamannin. En eru ekki eiginlega búin að tæma þetta mál? Eða ekki? Jú. Finnst þér það, Oddný? Ég meina bara að vita hvort það ætlar að stofna flokk. Hann er til flokkurinn. Kannski er flokkurinn. Er þetta flokkur? Nei, já, Nei, Þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er bara eins og þetta heitir Ísland þvert á flokka. Ég er afskaplega ánægður að Ísland þvert á flokka, hvað það er mikil samkennd í hópnum. Hvað fólk er virkilega, það er ekki að peppa upp á einhvern rangan hátt, en það er bara, það er svo ánægt að það hefur haft áhyggjur af sömu hlutum og það er komin einhver grundvöldu til þess að ræða þau. Og það megi segja það. Það var greinlega að það megi það má tala. Það gerir það ekki bara í fermingaveislunni, í herbygginu, í endanum. Hér er samstöð búin að splæsa heilum klukkutími eða eitthvað. Mér finnst það bara alveg brilljant og bestu þakkir fyrir það. En þetta sem við erum að tala um að hérna, við þurfum ekkert að sverja á okkur ef við séum ekki rasistar. Það vita það bara allir sem að þekkja okkur og hafa unni með okkur og allt það í gennum tíðin að það er algjör fyrra. En ég ætla líka að benda á það að þó að ég sé búin að fá töluvert á stöðumælasettum og einu eða tvær hafa líka, það er nú ekki mikið meira sem ég hef gert að mér, þá gæti ég nú bara lent í það að mér er bara að skila til Noregs að því að amma flutti hingað með hjálpaðarsettum. Þannig að ég er 1/4 norskur. Já, ammaði maður flóttakona. Nei, hún kom hér sem hermaður. Íslendingar, við erum öll flóttafólk. Ég er nú kristilega hér, hérna. Og svo gætum komið að því að við þyrftum að gerast flóttafólk út af, jarðhræringum eins og Grindvíkingar, þannig að við skulum kannski bara aðeins vona að okkur verður þá vel tekið og þau sé ekki allir búin að loka landamærunum sínum. Við hefum staðið á þessu landi þar sem eru aldrei jarðhræringar og hefur aldrei gosið, þannig að við skulum kannski ekki hafa áhyggjur af svo neyslutum í dag. En þú getur ekki passa, ég ætla ekki að þykjast hafa loka orðinu, menn bara því þú getur ekki passa upp á það í þessum hópi þínum þarna á Austurvelli og samfélagsmiðlum séu allir, þú getur ekki ábyrgst að þeir séu ekki rasistar. Við getum ekki ábyrgst að einhver á Kaffi París núna sé ekki rasisti eða hvað sem það er. En þið fagnir og það er ekki inntöku skilyrði en við hins vegar höfum lagt mjög skýra línu með það að við líðum ekki ókurteisi
og ófagmennsku. Við viljum að fólk sé bara málefnalegt og kunni manna síðu og sé kurteist og virði það. En ef menn gera aðrir ekki, séu annara skoðunar og ef að menn eru ekki á þessari línu þá er þeim hægt út og þá er ég að tala þetta er ekki klúbbur, þetta er bara Facebook-grúpa en við hendum þeim út þaðan. Hún er mjög þægileg að því leitinu þú dílítar manninum og bannar hann forever og þannig gerum við þetta og við viðurkennum alveg að við höfum þurft að gera það og þannig vil ég hafa líka með landamæri þið bara delete þar sem að ekki við náðum því kannski að við tökum upp innan landamæri en þið vitið að þetta hljóma sem svona góð patentlausn sem hún er of patent og hún er of hættuleg að því að hún það er reynsla af þessari leið að því hún höfðar til mjög margra sem eru óöruggir það er góð reynsla við skulum ræða það aðeins betur við ræðum það hérna við rauðaborðið, tekkum á þessari reynslu klukkan 6 hófst landsleikur Íslands og Frakklands hérna í fótbolta kvenna hófst býtur hann hefst klukkan 6 ég ætlaði sko að ég láti svo klukkan væri 8 en þá var það farið en ég ætla að spyrja ykkur einna spurningar Hemmi heitinn Gunn, hann slasaðist, hann nefbrotnaði í fyrsta landsleik kvennalandslífsins. Hvernig heldur þið það geta gerst? Hann nefbrotnaði Hemmi Gunn, hann myndi sér aldrei í landsleikjum þegar sem hann spilaði sjálfur, en svo fór hann að horfa á kvennalandsleik og hann nefbrotnaði. Hann og Hensson fóru saman alla kvennalandsleiki, það var alveg motto hjá þeim og þessi fyrsta þá neldi einn stelpanmaður upp í stúk og nefur Hemma Gunn. Hann fyrir bolta beint í andlitið. Þetta hef ég aldrei heyrt. Nei, þetta er nú bara virkilega góð lokaorð í þessum þætti þar sem ætlum að afgreiða rasisma. En þetta er við fjöllum og þið eru sammála okkur það, að rasismi er eitthvað sem að þið viljið sverja af ykkur og við viljum sem þjóð ekki vera þekkt fyrir. Allan daginn. Við viljum ekki vera, ekki ala rasisma með orðræðu og ekki lifa við rasisma. Þetta er hópur raunsæðis fólks. Það er það sem við viljum kalla okkur frekar. Við þakkum innilega fyrir góðið í þáttinn. Takk fyrir spjallið. Það voru fína samræður. Ég heiti Oddný Eir og með mér er Sigurjón Magnús Egilsson og gestir okkar Baldur Bergþórsson og Borgþórsson, Baldur Borgþórsson og Sigfús Aðalsteinsson. Það voru titlarnir sem að Sigfús er Baldur er aðalræðumaður mótmælafundar og ráðgjafi og Sigfús aðalskipuleggjandi þessa viðburðar. Og við þakkum Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa þessu rabbi yfir til ykkar hlustandi góðir og við förum í frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin við rauðaborðið. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.